ég horfi alltaf fram á veginn. Ég bara ótrúlega bjartsýnn maður að eðlisfari. En það ótrúlega mikilvægt líka að maður sé aðeins með og horfi í baksýnisspegilinn bara hvað við erum búin að gera, hvað gerðum við vel. Tökum það með okkur í framtíðina. Og til þess að svara með íþróttirnar, þá erum við með núna við erum með svæðistjóra, ISÍ útlitaði sem svæðistjórum á Reykjanessvæðinu og eru við 2, Petra og Stiddi, Sigurður, og þau eru að gera frábært starf. Þetta sérstaklega, þetta svona, eins og núna þetta svolítið eyrnamerkt okkar svæði, út af við erum að efla við viljum efla íþróttir og tómstundir hjá nemendum í Ásbrú og við finnum að það náttúrulega langfæstir íþróttir og tómstundir eru í Ásbrú og en við finnum eftir að þetta fór af stað að þá verða alltaf fleiri og fleiri og fleiri og þetta svo jákvætt og maður finnur það bara á nemendunum og það maður, ég er bara með lista hverjir eru að fara og þannig að maður getur farið í nemandan og sagt bara, já, hvernig gekk á æfingu, hvað gaman veit og hann eflist við það að vera spurður og heldur þá áfram, fær hvatninguna og maður finnur bara að þessi einstaklingur, hún líður mín upplifun að hún líður betri Ég hef rætt það líka við Brynjar Karl, minn sem er náttúrulega með Aþenu upp í Austurbergi og sinnir alls konar öðru starfi líka. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.